Jóhannesar Guðspjall, 11. kafli. Maður sá var sjúkur Lasarus hét, frá Betaníu, þorpi Maríu og Mörtu systur hennar. En María var sú smurði drottinn smyrslum og þerraði fætur hans með hári sínu. Bróðir hennar, Lasarus, var sjúkur. Nú gerðu systurnar Jesú orðsending: Drottinn, sá sem þú elskar sjúkur. Þegar hann heyrði það, mælti hann: Þessi sótt ekki banvæn, heldur Guði til dýrðar, til þess að Guðs sonur vegsamist hennar vegna. Jesús elskaði þau, Mörtu og systur hennar og Lasarus. Þegar hann frétti að hann væri veikur, var hann samt kyrrt á sama stað í 2 daga. Að þeim liðnum sagði hann við lærisveina sína: Förum aftur til Júdeu. Lærisveinarnir sögðu við hann: Rabbi, nýlega voru menn þar að því komnir að grýta þig, og ætlar þú þangað aftur? Jesús svaraði: Eru ekki stundir dagsins 12? Sá sem gengur að degi hrasar ekki, því hann sé ljós þessa heims. En sá sem gengur að nóttu hrasar, því hann hefur ekki ljósið í sér. Þetta mælt hann og sagði síðan við þá: Lasarus, vinur okkar, sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans: Drottinn, ef hann sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum: Lasarus dáinn, og ykkar vegna fagna ég því að ég var þar ekki, til þess að þið skulu trúa, en förum nú til hans. Tómas, sem nefndist Tvíburi, sagði þá við hina lærisveinana: Við skulum fara líka til að deyja með honum. Þegar Jesús kom, varð hann þess vís að Lasarus hafði verið 4 daga í gröfinni. Betanía var nálægt í Jerúsalem, hér bil 15 skeiðrúm þaðan. Margir gyðingar voru komnir til Mörtu og Maríu til að hugga þær eftir bróðumissinn. Þegar Marta frétti að Jesús væri að koma, fór hún á móti honum, en María satt heima. Marta sagði þá í Jesú: Drottinn, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann Jesús segir við hana: Bróðir þinn mun upprísa. Marta segir: Ég veit að hann rís upp í upprisinu á efsta degi. Jesús mælti: Ég upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi, og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Trúir þú þessu? Hún segir við hann: Já, Drottinn, ég trúi að þú sért Kristur, Guðs sonur, sem koma skal í heiminn. Að svo mæltu fór hún, kallaði Maríu systur sína og sagði í hljóði: Meistarinn hér og vill finna þig. Þegar María heyrði þetta, reis hún skjótt á fætur og fór til hans. En Jesús var ekki enn kominn til þorpsins,
heldur var hann enn á þeim stað þar sem Marta hafði mætt honum. Fólkið sem var heima hjá Maríu að hugga hana sá að hún stóð upp í skyndi og gekk út og fór þá eftir henni. Það hugði að hún hefði farið til grafarinnar að gráta þar. María kom þangað sem Jesús var og hún sá hann, féll hún honum til fóta og sagði við hann: Drottinn, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. Þegar Jesús sá hana gráta og þau gráta sem með henni komi, komst hann við, var djúpt hrærður og sagði: Hvar hafið þið lagt hann? Þau sögðu: Drottinn, kom þú að sjá. Þá grét Jesús. Þau sögðu: Sjá hversu hann hefur elskað hann. En nokkrir sögðu: Gat ekki sá maður sem opnaði augu hins blinda einnig varna því að þessi maður dæi? Jesús varð aftur mjög djúpt hrærður og fór til grafarinnar. Hún var hellir og steinn fyrir. Jesús segir: Takið steininn frá. Marta, systir hins dána, segir við hann: Drottinn, það komið nálykt af honum. Það komið á 4. dag. Jesús segir við hana: Sagði ég þér ekki, ef þú trúir, munt þú sjá dýrð Guðs. Nú var steinninn tekinn frá, en Jesús hóf upp augu sín og mælti: Faðir, ég þakka þér að þú hefur bænheyrt mig. Ég vissi að sönnu að þú heyrir mig ávallt, en ég sagði þetta vegna mannfjöldans sem stendur hér umhverfis, til þess að fólki trúi að þú hafi sent mig. Að svo mæltu hrópaði hann hárri röddu: Lasarus, kom út. Hinn dáni kom út, vafinn lík blæjum á fótum og höndum og með sveitadúk bundinn andlitið. Jesús segir við fólkið: Leysið hann og látið hann fara. Margir gyðingar sem komni voru til Maríu og sáu það sem Jesús gerði, tóku nú að trúa á hann. En nokkrir þeirra fóru til farisea og sögðu þeim hvað hann hafði gert. Æðstu prestarnir og farisearnir kölluðu þá saman ráðið og sögðu: Hvað eigum við að gera? Þessi maður gerir mörg tákn. Ef við leyfum honum að halda svo áfram, munu allir trúa á hann og þá koma Rómverjar og taka bæði helgidóm okkar og þjóð. En einn þeirra, Kæfas, sem það ár var æðsti prestur, sagði við þá: Þið vitið ekkert og hugsið ekkert það, að ykkur betra að einn maður deyi fyrir líðin en að öll þjóðin tortímist. Hann tók þetta ekki upp hjá sjálfum sér, en þar sem hann var æðsti prestur það ár, gat hann mælt að spámannlegri andagift að Jesús myndi deyja fyrir þjóðina, og ekki fyrir þjóðina eina, heldur og til að safna saman í eitt dreifðum börnum Guðs. Upp frá þeim degi voru þeir ráðnir í að taka hann af lífi. Jesús gekk því ekki lengur á almannafæri í Júdeu, heldur fór hann þaðan til staðar í grennd við eyðimörkina, í þorp sem heitir Efraím, og þar dvaldist hann með lærisveinum sínum. Nú nálguðust páskar gyðinga
og menn komu hvaðanæva upp til Jerúsalem fyrir páskana til að hreinsa sig. Menn leituðu að Jesú og sögðu sín á milli í helgidóminum. Hvað haldið þið? Skyldi hann ekki koma til hátíðarinnar? En æðstu prestar og farisear höfðu gefið út skipun það að ef nokkur vissi hvar hann væri, skyldi hann segja til, svo að þeir gætu tekið hann. Jóhannesar guðspjall, 12. kafli. 6 dögum fyrir páska kom Jesús til Betaníu, þar sem Lasarus var, sá hann vakti frá dauðum. Þar var hann búinn kvöldverður og Marta gekk beina. En Lasarus var einn þeirra sem að borði sátu með honum. Þá tók María pund af ómenguðum dýrum nardusmyrslum og smurði fætur Jesú og þerraði með hári sínu fætur hans. En húsið fylltist ilmi smyrslana. Segir þá Júdas Ískariot, einn lærisveina hans, sá myndi svíkja hann. Hví voru þessi smyrsl ekki seld fyrir 300 denara og gefin fátækum? Ekki sagði hann þetta af því hann léti sér andum fátæka, heldur af því að hann var þjófur. Hann hafði pingjuna og tók af því sem í hana var látið. Þá sagði Jesús: Lát hana í friði. Hún hefur geymt þetta til greftrunardags míns. Fátæka hafið þið ætíð hjá ykkur, en mig hafið þið ekki ávallt. Nú frétti allur fjöldi gyðinga af því að Jesús væri í Betaníu og þeir komu þangað. Ekki aðeins hans vegna, heldur og til að sjá Lasarus sem hann hafði vakið frá dauðum. Þá ákváðu æðstu prestarnir að taka einnig Lasarus af lífi, því vegna hans snéru margir gyðinga baki við þeim og fóru að trú á Jesú. Degi síðar frétti hinn mikli mannfjöldi sem komið var til hátíðarinnar að Jesús væri að koma til Jerúsalem. Fólk tók þá pálmagreinar, fór út á móti honum og hrópaði: Hósanna, blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins, konungur Ísraels. Jesús fann ungan asna og settist á bak honum eins og skrifað Óttast ekki, dóttir Síón, konungur þinn kemur og ríður östnu fola. Lærisveinar hans skildu þetta ekki fyrstu, en þegar Jesús var dýrlegur orðinn, minntust þeir þess að þetta var ritað hann og að þeir höfðu gert þetta fyrir hann. Nú vitnaði fólkið sem með honum var, þegar hann kallaði Lasarus úr gröfinni og vakti hann frá dauðum. Vegna þess fór einnig mannfjöldin á móti honum, því að menn höfðu heyrt að hann hefði gert þetta tákn. Því sögðu farisear sín á milli: Þið sjáið að þið ráðið ekki við neitt. Allur heimurinn eldir hann. Meðal þeirra sem fóru upp eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni voru nokkrir Grikkir. Þeir komu til Filippusar sem var frá Betsaidu í Galileu, báðu hann og sögðu: Herra, okkur langar að sjá Jesú. Filippus fór og sagði Andrési það, og síðan fóru þeir báðir og sögðu Jesú. Jesús svaraði þeim: Stundin komin að dýrð mannssonarins verði opinber. Sannlega, sannlega segi ég yður, ef hveitikorni fellur ekki í jörðina og deyr,
verður það áfram eitt. En ef það deyr, ber það mikinn ávöxt. Sá sem elskar líf sitt glatar því, en sá sem hatar líf sitt í þessum heimi mun varðveita það til eilífs lífs. Sá sem þjónar mér fylgir mér eftir og hvar sem ég þar mun og þjónn minn vera. Þann sem þjónar mér mun faðirinn heiðra. Nú sál mín skelfd og hvað á ég að gera? Á ég að segja, Faðir, frelsa mig frá þessari stundu? Nei, ég komin til þess að mæta þessari stundu. Faðir, ger nafn þitt dýrlegt. Þá kom rödd af himni. Ég hef gert það dýrlegt og mun enn gera það dýrlegt. Mannfjöldin sem hjá stóð og hlýddi á, sagði að þruma hefði riðið yfir. En aðrir sögðu, engill var að tala við hann. Jesús svaraði, þessi rödd kom ekki mín vegna, heldur yðar vegna. Nú gengur dómur yfir þennan heim. Nú skal höfðingja þessa heims útkastað. Og þegar ég verð hafin upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Þetta sagði hann til að gefa til kynna með hvaða hætti hann ætti að deyja. Mannfjöldin svaraði honum, lögmálið segir okkur að Kristur muni verða til eilífðar. Hvernig getur þú sagt að mannssonurinn eigi að verða upphafinn? Hver þessi mannssonur? Þá sagði Jesús, skammastund ljósið enn á meðaliðar. Gangið meðan þér hafi ljósið svo að myrkrið hremmiður ekki. Sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann fer. Trúið á ljósið meðan þér hafið ljósið, svo að þér verði börn ljósins. Þetta mælti Jesús, fór burt og duldist. Þótt hann hefði gert svo mörg tákn í allra augsýn, trúðu menn ekki á hann. Svo að rættist orð Jesaja spámanns hann mælti, Drottinn, hver trúði boðun vorri, og hverjum varð armur drottins opinber. Þess vegna gátu þeir ekki trúað, enda segir Jesaja á öðrum stað, hann hefur blindað augu þeirra og forhert hjarta þeirra, að þeir sjá ekki með augunum, né skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. Jesaja sagði þetta að því hann sá dýrð Jesú og talaði hann. Samt trúðu margir á hann, jafnvel höfðingjar, en gengust ekki við því vegna farisæana, svo þeir yrðu ekki samkundurækir. Þeir kusu heldur heiður manna en heiður frá Guði. En Jesús hrópaði, sá sem trúir á mig, trúir ekki á mig, heldur þann sem sendi mig, og sá sem sér mig, sér þann sendi mig. Ég ljós í heiminn komið, svo að enginn sem á mig trúir sé áfram í myrkri. Ef nokkur heyrir orð mín og fer ekki eftir þeim, þá dæmi ég hann ekki. Ég ekki komin til að dæma heiminn, heldur til að frelsa heiminn. Sá sem hafnar mér og tekur ekki við orðum mínum, hefur sinn dómara. Orðið sem ég hef talað verður dómari hans á efsta degi. Því að það sem ég tala kemur ekki frá sjálfu mér, heldur hefur faðirinn sem sendi mig boðið mér hvað ég skuli segja og hvað ég skuli tala, og ég veit að það sem hann býður eilíft líf. Ég tala það eitt
sem Faðir minn hefur falið mér. Jóhannesar Guðspjall, 13. kafli. Hátíð páskana var að gangi í garð. Jesús vissi að stund hans var komin og að hann færi burt úr þessum heimi til föðurins. Hann hafði elskað sína, þá sem í heiminum voru. Hann elskaði þá uns yfir lauk. Kvöldmáltíð stóð yfir. Djöfullinn hafði þegar blásið því brjóst Júdasi, syni Símonar Ískariots, að svíkja Jesú. Jesús vissi að Faðirinn hafði lagt allt í hendur honum, að hann var frá Guði kominn og var að fara aftur til Guðs. Hann stóð upp frá máltíðinni, lagði af sér yfirhöfnina, tók líndúk og batt sig. Síðan hélt hann vatni í munnlaug og tók að þvo fætur lærisveinana og þerra með líndúknum sem hann hafði sig. Hann kemur þá að Símoni Pétri sem segir við hann: Drottinn, ætlar þú að þvo mér fæturna? Jesús svaraði: Nú skilur þú ekki hvað ég að gera, en seinna mundu skilja það. Pétur segir við hann: Aldrei að eilífu skaltu þvo fætur mína. Jesús svaraði: Ef ég þvæðir ekki, áttu enga samleið með mér. Símon Pétur segir við hann: Drottinn, ekki aðeins fætur mína, líka hendurnar og höfuðið. Jesús segir við hann: Sá sem laugast hefur þarf ekki að þvost nema fætur. Hann allur hreinn og þið eru hreinir, þó ekki allir. Hann vissi hver myndi svíkja hann og því sagði hann: Þið eruð ekki allir hreinir. Þegar hann hafði þvegið fætur þeirra, tekið yfirhöfn sína og sest aftur niður, sagði hann við þá: Skiljið þér hvað ég hef gert við yður? Þér kallið mig meistara og drottinn og þér mælið rétt, því það ég. Fyrst ég sem herra og meistari hef nú þvegið yður fæturna, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breyti við yður. Sannlega, sannlega segi ég yður, þjónn ekki meiri en herra hans, né sendiboði meiri þeim sendi hann. Þér vitið þetta og þér eru sælir ef þér breytið eftir því. Ég tala ekki yður alla. Ég veit hverja ég hef útvalið. En ritningin verður að rætast. Sá sem etur brauð mitt lyftir hæli sínum móti mér. Ég segi þér þetta núna, áður en það verður, svo að þið trúið þegar það orðið, að ég sá sem ég Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem tekur við þeim sem ég sendi, hann tekur við mér, og sá sem tekur við mér, tekur við þeim sendi mig. Þegar Jesú hafði sagt þetta, varð honum mjög þungt hjarta og hann sagði beinum orðum: Sannlega, sannlega segi ég yður, einn af yður mun svíkja mig. Lærisveinarnir litu hver á annan og skildi ekki við hvern hann ætti. Sá lærisveinn Jesú sem hann elskaði sat næstur honum. Símon Pétur benti honum og bað hann spyrja hver sá væri sem Jesús talaði Hann laut þá að Jesú og spurði: Drottinn, hver það? Jesús svaraði: Það sá sem ég fæ bita þann ég dýfi nú í. Þá dýfði hann bitanum, tók hann
og fékk Júdasi, syni Símonar Ískarjóts. Og eftir þann bita fór Satan inn í hann. Jesús segir við hann: það sem þú gerir, það gerð þú skjótt. En enginn þeirra sem sátu til borðs vissi til hvers hann sagði þetta við hann. En Júdas hafði pyngjuna og því héldu sumir þeirra að Jesús hefði sagt við hann: kauftu það sem við þurfum til hátíðarinnar, eða að hann skildi gefa eitthvað fátækum. Þá hann hafði tekið við bitanum, gekk hann jafnskjótt út, þá var nótt. Þegar hann var farin út, sagði Jesús: nú mannssonurinn dýrlegur orðinn og Guð orðinn dýrlegur í honum. Fyrst mannssonurinn hefur birt dýrð Guðs, mun Guð veita honum dýrð sína og skjótt mun hann gera það. Börnin mín, stutta stund verð ég enn með yður. Þér munu leita mín og eins og ég sagði gyðingum, segi ég yður nú: þangað sem ég fer geti þér ekki komist. Nýtt boðorð gef ég yður, að þér elskið hvert annað, eins og ég hef elskað yður, skulu þér einnig elska hvert annað. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar, ef þér berið elsku hver til annars. Símon Pétur segir við hann: Drottinn, hvert ferðu? Jesús svaraði: þú getur ekki fylgt mér nú þangað sem ég fer, en síðar muntu fylgja mér. Pétur segir við hann: Drottinn, því get ég ekki fylgt þér nú. Ég vil leggja líf mitt í sölurnar fyrir þig. Jesús svaraði: viltu leggja líf þitt í sölurnar fyrir mig? Sannlega, sannlega segi ég þér, ekki mun hani gala, fyrir en þú hefur afneitað mér 3 svar.